Klám þegar verið að búa til myndefni þar sem verið að leika eftir kynlíf eða stunda í raun kynlíf. Klám ásamt afskaplega lítið skylt við kynlíf. Það eina sem að klám á skylt við kynlíf að það yfirleitt 2 einstaklingar og hitt að þeir eru að stunda samfarir. Þar með líkur því sem að klám og kynlíf eiga sameiginlegt. Í klámi eru engar tilfinningar. Klám gengur yfirleitt út á það að karlinn að fullnægja sínum þörfum, konan oftast bara tækið til þess að karlinn geti fullnægt sínum þörfum. Hvað hún vill virðist ekki skipta neinu máli. Í kynlífi eru báðir aðilar jafn réttháir, hafa jafn mikla ánægju af kynlífinu, hafa jafn mikið að segja hvað gert og svo framvegis. Það ekki þannig í klámi. Margt klám sýnir bara beint ofbeldi gegn konum. Það verið að láta þær gera hluti sem fæstar konur vilja í raun gera. Og ef að krakkar eða unglingar eru að horfa á klám og telja að það sé rétt kynlíf, þá erum við á rangri braut. Við vitum að það til ungt fólk sem hefur hort mikið á klám og heldur að þetta sé eðlilegt og fer svo í samband, og ef að þetta kynlífið sem þau eru að stunda, að þá erum við ekki á góðum stað, því að þá strákurinn að ráða öllu og stelpan í raun bara tæki fyrir strákinn, og þetta mjög rangt kynlíf og í raun ekkert annað en ofbeldi gagnvart konunni. Og skiptir engu máli þó það sé í hina áttina, það alveg jafn slæmt. Þannig að klám og kynlíf eiga afskaplega lítið sameiginlegt.